Amen. Góðan daginn, gott fólk. Velkomin í veginn. Ég ætla að lesa fyrir okkur. Sálmi 103. Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgerðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar, læknar öll þín mein, leysir líf þitt frá gröfinni, krýnir þig náð og miskun. Hann mettar þig gæðum, þú yngist upp sem örninn. Amen. Við erum góðan Guð. Við erum góðan Guð. Og við ætlum að lofa okkar Guð í dag. Halleluja. Hann læknar öll þín mein, leysir líf þitt frá gröfinni. Hversu magnað? Hver þarf á Guð að halda? Við þurfum öll á Guð að halda. Alla daga, alltaf. Og við ætlum að lofa hann í dag. Takk Jesús. Halleluja, Faðir. Takk Jesús, takk Jesús, takk Jesús. Halleluja, Faðir minn bara lofa þig drottinn Guð. Halleluja, Faðir. Vertu velkomin heilagur andi. Halleluja, Jesús. You are good and I shout because you are good. You are good to me. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and ocean sleep, only reflect this truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. With the cry of praise, my heart will proclaim, you are good. You are good. In the sun and rain, my life celebrate. You are good. You are good. With the cry of praise, my heart will proclaim that you are good. You are good. In the sun and rain, my life celebrates that you are good. That you are good. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout
Halleluja. Hvort sem það rignir eða sólin skín, þá er hann alltaf góður. Takk Jesús. Halleluja, Faðir. Standing in your presence.
svo öllum reynum, hvers við erum. Það skiptir ekki máli, hann styrkur okkar. Ég ætla bara, mér langar að segja ykkur að fyrir samkomu klukkan 11 þá bænastund hjá okkur og hún mögnu og það svo gott og svo gaman og að bara biðja og lofa Guð fyrir samkomu. Það var svo yndislegt, þetta var svo frábært. Ég bara hvet ykkur og koma og vera með. Við erum hérna inni, bendi ég tek mikrofónin frá hérna. Já, við erum hérna frammi í hliðarsalnum sem þar sem að pingpongborð og það bara frábær, yndisleg stund. Við höfum verið að biðja hér stundum á þriðjudagskvöldum og svona, en einhvern veginn held ég að nándin sé bara eitthvað svo mikil að þau þurfum að vera þjappu saman að einhvern veginn. Það bara, það var svo yndislegt, frábær bænastund. Halleluja. Herðu, hérna mín eitt uppáhaldsvers sem að ég bara get ekki annað en koma fram að því að ég elska þegar ég vakna á morgnana og sest við borðið heima hjá mér. Þá ég í mig glugganum mínum með Esjuna beint fyrir fram að mig. Og það bara alltaf svona, oft kemur upp þetta orð hver skipti sem ég sest niður og fæ mér að borða og horfa út gluggan. Ég hef augum mín til fjallana sem Sálmur 121. Hvaðan kemur mig hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fótinn skrina, vörður þinn blundar ekki, nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn vörður þinn, Drottinn skýli þér, hann þér til hægri handar, daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglu nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sálu þína, Drottinn mun varveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Og þetta bæn mín núna, akkurat hér á þessari stundu, að Drottinn alltaf með okkur. Heilagi Faðir, ég bara þakka þér Drottinn og lofa þér fyrir að þú þinn upphafi og þú endirinn Drottinn. Heilagi Faðir, og þú sem gafst son þinn enginn þinn til að hver sem á hann trúi glatist ekki heldur hafi eilíft líf í þér Drottinn. Ég bara lofa þig og tigna þig fyrir það Drottinn. Halleluja. Jehova Rafa, Jehova Djæfa Drottinn, þú sem allt Drottinn minn, þú sem upphafið. Heilagi Faðir. Drottinn, ég bara leggja þessa stund í þínar hendur Drottinn. Og ég þakka bara fyrir að við getum komið hér saman og upphafið þitt heilaga nafn. Þar við getum lofað þig og mynda okkur á hver þú Drottinn. Heilagi Faðir, bara lofa þig fyrir það Drottinn minn. Og ég bara bið Drottinn fyrir þessa stund Drottinn minn. Bið fyrir Gunnar þegar hann talar þitt heilaga orð Drottinn og það með virkilega smjúga inn í innstu hennar bara allt okkar líf Drottinn og vinna þar út Drottinn minn þar sem þarf að gera Drottinn. Allt sem ekki á þér heilagi Faðir megi víkja í burtu og allt þitt koma þar inn Drottinn minn. Að við verðum heil í þér Drottinn minn og bara heilug í þér Drottinn minn. Ekki bara heil Drottinn minn, heldur heilug og mættum beygja okkur algjörlega fyrir þér Drottinn minn og þínum heilaga vilja. Og vilja allt annað sem ekki af þér víki í burtu í lífum okkar Drottinn minn. Heilagi Faðir, mættu bara hvert okkar í andasál og líka að beygja kné sín fram fyrir þér, þú sem Guð almáttugur. Og bara virðingu sem við að hafa fyrir því hver þú og hvað þú búinn að gera fyrir okkur. Heilagi Faðir, án þín erum við ekki neitt. Drottinn Jesús, heilagi Faðir, og ég bara bið fyrir öllum sem eiga erfitt að binda með sjúkleika og hvað sem fyrir, hvað sem andleg veikindi, líkamleg veikindi, Drottinn minn, og leggja þetta allt í þínar hendur, heilagi Faðir. Drottinn minn og Jesús, og ég bið fyrir Ísrael, Drottinn minn. Drottinn bara blessun og shalom, shalom yfir Ísrael, Faðir. Heilagi Faðir í Jesu nafni. Karama Sakaria Antoria Jesus. Karama Karia Karia Saria. Halleluja, halleluja. Halleluja Jesus. Drottinn minn og Jesus. Svo
langar maður að minna ykkur á það sem mitt framundan Drottinn minn í vikunni og ég bara bið fyrir öllum líka þeim bara sem fara að vinna í þessar viku Drottinn sem framundan. Drottinn að þú ert með þeim þar, ekki bara hér, þú ert með þeim í vinnuðu og með þeim í skólanum og hver sem fer með vikunum Drottinn minn. Heilagi Faðir, mætt þú alltaf vera í hjörtum okkar. Hvaða stundum því þú sefur ekki einu sinni. Þannig að við bara alltaf þú að vera í okkar hjörtum. Meiri í svefni og þú að vera þar. Heilagi Faðir. Horamantari antari Jesus. Halleluja. Og ég minni ykkur á bænastundar sem á þriðjudagum með mitt klukkan 6. Halleluja. Bara yndislega líka bænastundi sem þar. Bara leiðilegt að vera vonda við sem að kom ekki. Við skildum að mista þið þá. Það allt reynt, sko. Þess að við séum ekki að byrja á loku við. Það alveg að tæru. Það var eitthvað meira sem ég átt að muna. Já, svo þetta, í kvöld, þá eru unglingarnir okkar ætla að mæta líka klukkan 6. Þetta allt klukkan 6 eitthvað, til 20, þetta eins og það þriðjudögum til 7. Og í kvöld þá eru klukkan 18:20 þar sem að Guðrún og Jón Hjörtur eru með krakkana, unglingarna okkar og kenna þeim gegnum orðið og sem bara alveg yndislega stundir, efast ekki það. Guðrún Helga dóttir fyrrverandi fósturmanns okkar Högna og hún ætti sko alveg að kunna sitt. Bara algjörlega búin að vera í biblíuskóla í Lífurtsútbæði og allan pakkan með þetta allt saman. Halleluja og bænakona sem hún og þau. Það bara algjörlega magnað þannig að treystið þeim algjörlega fyrir unglingunum ykkar. Það bara algjörlega þannig. Þá í kvöld klukkan 6, þriðjudaginn klukkan 6 og munið bænastundu klukkan 11 á morgnana á sunnudögum fyrir samkomið. Það yndislegt og við ætlum að halda áfram að lofa yndislega elska Guð. Og þetta var frábær líka tónleikar tónleikarnir í gær, svona lofgjörð tónleikar svo voru yndislegir, alveg meiri háttar, yndislegt. Svo þetta eitt enn. Þetta yndislega fórnin okkar. Nú einmitt mánaðamótin, komin 10 eins og við að gefa og svona. Sem alltaf svo yndislegt. Það svo gott að gefa. Það svo frábært. Það bara svo meira háttar. Við ætlum bara að biðja fyrir fórnina því við ætlum að náum við ekki að halda utan þetta heimili hér ef við höfum ekki til þess eða græjunar eða þessu frábærum öllum tónlistamennum. Gunni ætti ekki trommur ef það væri ekkert yndislegt trommusett það væri ekki. Það bara svo margt og bara inn í trúboð og allt sem við gert og alls konar sem skiptir svo rosalega miklu máli. Halleluja, Faðir, ég þakka fyrir glaðan gjafar á Drottinn minn. Ég bara lofa að tegna að Drottinn minn að það sem að við gefum inn, Drottinn, gefur þú sko fullkomlega tilbaka, heilagi Faðir. Bara lofa þér, Drottinn, fyrir að þú lætur okkur ekki skorta neitt, Drottinn. Halleluja, í hverju sem það í fjármálum, andlega á hvar sem Drottinn minn, þá lætur þú okkur ekki skorta, heilagi Faðir. Ef við komum fram og byggjum í bæn, Drottinn minn, og göngum fram í þér, þá lætur þú okkur ekki skorta. Því þú elskar okkur svo mikið. Heilagi Faðir, ég bara þakka þér fyrir það og byrja að blessa bara svo fór Drottinn minn í Jesú heilaga nafni og hvett hann og líka alveg hina. Það geta ekki gefið. Heilagi Faðir, bara í Jesú nafni. Amen. Was my cross you bore, so I could live
in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. My shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on and on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names.
kynslóð eftir kynslóð, krúpa mun í lóðgjöf, lofar alveg látlaust landi Guðs. Þau sem undan gengur, þau sem trúfá senn, lofa alveg látlaust landi Guðs. Þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn hofar öllu vel. Að það tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn hofar öllu vel. Syngur himins helgur, allt sem skapað helgur, hátt upp hafið helgur, helgur eilífð. Og þú sem frið og frelsi og fyrirgefning fannst, lofa alveg látlaust landi Guðs. Og þú sem frelsið hefur fyrir Jesú nafn, lofa alveg látlaust landi Guðs. Við lofum alveg látlaust og amen, syngur himins helgur, allt sem skapað helgur, hátt upp hafið drottinn minn og Guð. Takk Jesús fyrir þitt nafn sem öllum nöfnum æra fær. Takk Jesús. Takk fyrir þitt nafn
er öllum nöfnum æra. Allt vald drottin er þér gefið Faðir. Halleluja, Jesús. Halleluja, Jesús. Halleluja, Jesús. Halleluja, Jesús. Halleluja, Jesús. Hira larando brasaria. Hora larashira, Jesús. Halleluja, Jesús. Drottin minn og Guð, við tölum bara líf, Faðir. Þitt líf, drottin minn og Guð, inn í líkama okkar, Faðir. Þitt líf inn í and okkar og sál, Faðir. Hira larando brasaria. Halleluja, halleluja, þitt nafn sem er öllum nöfnum æðra, Faðir. Og sér hvert hné þarf að beygja sig fyrir þér, Jesús. Því þitt nafn er öllum nöfnum æðra. Halleluja, halleluja, Jesús. Og þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn það ofar öllu. Já, þið veit yfir líf okkar. Allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn það ofar öllu. Þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn það ofar öllu. Allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn það ofar öllu. Þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn það ofar öllu. Takk, Jesús. Allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn ofar öllu. Syngur yfir sig. Helgur, allt sem skapað er. Helgur, haldið hafið er. Helgur, helgur heyrðu lofsönginn. Helgur, heitur konunginn. Helgur, þú valdir Halleluja, Jesús. Halleluja. Það er gott að bara játa út Jesú nafn. Tala Jesú nafn yfir líf okkar, fjölskyldu okkar, allt okkar. Því hann, bara allt vald er honum gefið og himni og jörðu. Halleluja. Og nafn hans er æðra öllu. Takk, Jesús. Halleluja. Það er nefnilega gott að játa út, tala út sigurinn, tala út lækninguna, tala út lífið, tala út frelsið. Halleluja. Allt sem við eigum í Jesú, tölum það yfir okkur, tölum það yfir landið okkar. Halleluja, Jesús. Takk, Jesús. Halleluja, Faðir. Og flest okkar eigum frelsara og hann heitir Jesús. Og við ætlum að syngja núna frelsaran okkar og syngið þið með mér að frelsara á ég, vin eilífð. Hann elskar mína og þína sál. Syngjum þetta saman, lofum hann. Frelsara á ég og vin eilífð. Hann elskar mín og þína sál.
öllum raunum, ég treysti honum, hann aldrei fer mér frá. Því eina sem ég þarf Jesús, og ég vil að við syngjum hans nafn. Því einum þér ég tilheyri Jesús, ég frelsi fyrir náð þína á. Við eigum það, frelsi fyrir hans náð. Halleluja. Eina sem ég þarf Jesús, ég vil að við syngjum hans nafn. Einum þér ég tilheyri Jesús, ég frelsi fyrir náð þína á. Eina sem ég þarf Jesús, ég vil að við syngjum hans nafn. Því einum þér ég tilheyri Jesús,
Þarna kemur hann maður. Það er mjög fallegt. Já. Vatn. Svona úr því að eitthvað spyr, sko. Amen. Takk, elsku Jóhanna Brynja. Hvað segir gott? Allt gott. Það er auðvitað eina rétta. Við segjum bara allt gott. Mér langar að fara með ykkur í gegnum smá tilraun. Bara svona rétt í upphafi. Eru þið til í það? Ok. Það verður allir að taka þátt. Ok. Að því gefna við kunnum að telja. Að því gefna. Við ætlum að telja frá tölunni 100 og niður í 0 í hljóði. Ok, ekki byrja strax. Þegar ég segi nú, þá byrja að telja. Ok. Þarna, ok, 2 með. Ég held alltaf að ég var að tala útlensku. Og þegar við byrjum, þá kemur sá punktur í allri tilrauninni að ég kem til með að segja eitthvað og þið þurfa að gera það sem ég segi. Ok? Það er bara þarna. Og þetta þarf að vera hátt og skýrt. Það er að segja ekki það sem þið tellið í hljóði, heldur það sem ég kem til með að segja ykkur að gera rétt á meðan þið eru að tellja í hljóði. All right. Þá ætlum við að byrja núna. Segið svo halleluja. Halleluja. Og segið Jesús lifir. Og segið ég er samar við Krist og ég á hlutdeild að öllum heimsins í gegnum hann. Hvað var talningun ykkar? Nei, þetta er ekki hljóði, en þetta er allt í lagi. Það er mjög gott að þessi einn maður hérna á þessi forstöðumaður sem klikkar. En stóra málið í þessu er þetta að árásundur okkar eru svo oft í hugan. Hafið pælt í því? Það er svo óbóðslega oft sem að djöfullinn ræðist á því að því að hann hefur ekki vopn. Hann er vopnlaus. En hann kýs að ráðast á hugaðinn. Hann ræðist á hugaðinn. Og það sem við getum gert til þess að efla hann, efla óvininn, það er að dvelja í þessum hugsunum. Er það ekki? Þannig gefum við honum vægi. Það sem hann er að segja fær allir nú vægi í mínu lífi að því að ég er að dvelja í því. En það er svo mikilvægt að við vitum hver við erum í Kristi. Að því að meðan að þetta gerist, meðan það ráðist á okkur, þá þurfum við að vita að ég get staðið á því sem Guð segir um mig. Ég get staðið á því, þið getur staðið á því sem Guð tala til ykkar og við höfum orðið, loforðið sem Guð hefur gefið okkur í sínu orði. Er það ekki? Og ef við getum ekki hristið á okkur, þá byrjum við að segja, ég er yfir en ekki undir, ég er höfuð en ekki hali, ég er meira sigurvegari og svo framvegis. Við lesum upp þar sem við vitum að Guðs orð hefur talað um okkur. Og á meðan þagnar hugurinn. Erum við að skilja þetta? Þið eru nefnilega svo frábær. Það stendur nefnilega í Jesaja 54:17 engin vopn. Og þetta er alveg krúsjál atriði í allri þessari ræðu er þetta að engin vopn sem smíðu verða mótið munu verða sigurvanleg. Bara engin. Það er svoleiðis. Og allar tungur sem upprísa gegn þeim til málaferla skalt þú kveða niður. Og hvernig gerum við þetta? Við klárum þessið. Okay. Þetta er hlutskipti þjóna drottins og það er réttlæti sem þeir fá frá mér, segir drottinn. Þetta er ekki Gunni sem segir þetta er drottinn sem segir þetta. Og þetta er hlutskipti sem þú átt, hvað sem þér líkar að betra að vera, þá er þetta þitt hlutskipti, að þú kveður niður þær tungur sem upprisa gegn þér, þú kveður niður þær sem ráðist á þig hérna uppi. Allar þessar
allt það sem hefur verið talað gegn þér, þú getur þetta ekki, þú ert ómögulegur, þú ert svona og þú ert hinsegin. Nei, Guðs orð segir. Og ég stend á Guðs orði. Og þú stendur á Guðs orði. Að því að við erum eignar líðukris. Orðskviðir 18:21 segir hvað? Dauði og líf eru á tungunarvaldi. Þannig að þegar dauðin kemur og veður á þig í huganum og segir þú getur þetta ekki, þú ert ómögulegur, þú ættir jafnvel bara að hverfa. Eða hvað sem hann segir. Þá er það þín orð sem þurfa að koma fram. Af því að það er þín tunga. Það ekki? Við lesum þetta líka í Jakobsbréfinu tunguna sem skiptir svo miklu máli að við tölum þá hluti sem eru sannir og réttir. Það segir dauð og líf er á tungun á valdi og sá sem hefur taum á henni mun eta ávöxt hennar. Passaðu því hvað þú segir. 5. Mósebók 30:19 segir ég kveð í dag bæði himinn og jörð til vitnis á móti yður að ég hef lagt fyrir þig lífið og dauðan, blessunina og bölvunina. Og hvað segir hann svo? Venjulega segir hann bara þú hefur möguleika þessu og þessu. Þú getur valið þetta eða hitt. Þú getur þetta. Hérna segir hann bara skýrt. Veldu lífið. Ekki velja eitthvað annað. Ég legg fyrir þig lífið og dauðan, blessunina og bölvunina. Veldu lífið. Það er það sem hann segir. Hann segir ekki eitthvað annað. Við veljum lífið. Við tölum út lífið. Til þess að þú og niðjar þínir megið lifa. Þegar við gengum í biblíuskóla 1994 og 5, ég og Eygló, ég er 94, hún 95, ég er ára eldri. Ég er ára eldri. Hefur ekkert með það að gera. Þetta var seint á síðustu öld, þá vorum við með skólastjóra og það var rifið upp fyrir mér, var ekki bara fyrra dag eða eitthvað. Þá var rifið upp fyrir mér að Svante Rumar, okkar biblíuskólastjóri, stórkostlegur maður, yndislegur. Hann kom reglulega upp þegar biblíuskóla liðið var mætt, við vorum svona rétt tæplega 1000 manns þegar ég var í biblíuskólanum, svo fór að fækka. Ég veit ekki af hverju, en það gerist. En mjög reglulega kemur maðurinn klukkan 8 upp á svið og hann er með þessu við myndum kalla í dag hermibæn. Kannist þið hermibænir? Hermibænir eru oft mjög góðar. Það er tryggja það að þeir sem ekki kunna betur eða skilja betur geti tala út rétta hluti. Það ekki? Við jafnvel flestir sem að frelsast, ekki allir en flestir, sem frelsast og taka við Kristi í fyrsta skipti, þeir lenda í því að það er eitthvað sem að fer með frelsisbænuna fyrir þá. Og þeir herma eftir, að því það skiptir svo miklu máli. Þegar Svante kom upp þessa mótna og var með hermibæn, þá var það þannig, allavega þegar ég var, að það stóðu allir upp. Og hann sagði til dæmi, ég er frelsaður í dag. Og hvað gerðu þá hinir í salnum? 1000 manns. Það hrópuðu allir tilbaka, ég er frelsaður í dag. Því við vorum að setja fókusinn réttan. Ok. Og hann sagði alls konar hluti. Eins og þetta, ég er meira en sigurvegari í dag. Ég er höfuð en ekki hal í dag. Ég er hluti af konunglegu prestafélagi, heilari þjóð. Og svo framvegis. Og þetta var svona þessi hermibæn sem hann fór með okkur í. En þetta var allt gert til þess að hausinn á mér og hinum nemyndunum væri settur strax að mótni
á það sem himinsins var og það sem ég raunverulega átti hlutdeildi í þar. Í staðan fyrir það að ég væri í alvörinu mættur í biblíuskólann, haugþreyttur, eins og maður alltaf þegar maður að vakna og gera eitthvað mikilvægt. Þá maður þreyttur. Og maður bara, ég trúi ekki að ég sé að fara að biðja hérna í 45 mínútur. Klukkan 8. Og svo maður bara, og reyna að halda sig vakandi. Og ég menna, þú veist, það alls konar hluti sem ganga á. Og sérstaklega þegar þú ert kannski ætlar að gefa Guði 3-4 tíma á dag í heilt ár til þess að uppfræðast. Þá einhvern veginn kemur alltaf einhver sem segir við þig á sunnudagskvöldi, ég vaka aðeins lengur. Þú mátt nú ekki missa þessu þætti í línulegri dagskrá. Það var ekkert Netflix þá, sko. Það var meira að segja línuleg dagskrá með síman, sko, bara þetta einhver snúr allt út í vegg. En þetta var kallað Svantes morundus. Ég reyndi að þýða þetta og þetta verður allt svolítið creepy þegar maður þýðir þetta. Þegar maður segir, það morgunsturta með Svante í dag. Það einhvern veginn bara, við skulum eiga það inni kannski. En þetta samt það sem svo gott að gera. Og ég hvet ykkur, af því að ég var bænastund í gær og þar á ákveðnum tímapunkti upplifði ég bara, hvað ég að gera? Hvers slags foreldri ég? Af hverju ég svona ómögulegur? Af hverju börnin mín ekki bara, þú veist, öll bara með guðfræðin alveg á hreinu og komið lengra en ég í öllu og bara, þú veist, svo bara hugsa ég, þau kunni ekki einu sinni í bljúri bæn. Þú veist, þau bara, hvað hef ég gert? Hvernig get ég klikkað svona? Í bljúri bæn, já. Og þá hugsaði ég, hvað ef ég geti byrjað alla mótna með minni fjölskyldu á morgunsturtu með pappa. Sem að hljómar líka skrítið. Þó ég segi andlegri morgunsturtu, þá bara, þú veist, allavega, hvað ef ég geti gert þetta? Fengi fjölskyldur mína bara til mín, snömmendis, og við myndum bara byrja á þessu. Ég elskaður á Guði. Ég á hlutdeild í því sem Guð sér. Og svo framvegis. Hvað ef ég geti gert þetta? Hvaða áhrif haldið þetta hefði til þess að börnin mín til að það út í skólan? Ef að dagurinn byrjaði á því að þau settu hugan á það sem himinsins er. Að þau myndu setja augu sín og horfa til fjallana hvaðan kemur þeim hjálp. Að þau gerir sig grein fyrir því að gleði Drottins styrkur þeirra. Hvaða áhrif haldið að það geti haft bara inn í líf þeirra? Hvaða áhrif geti þetta haft inn í líf nemandana sem eru með þeim í skóla? Hvaða áhrif geti þetta haft á samfélagið okkar ef að þessi kirkja hér myndi vera með morgunsturtu, andlega, hver með sinni fjölskyldu? Heyri ég með því? Ef að taka áskorun? Gott. Mér finnst þið frábær. Það nefnilega með þessu, þá þöggum við niður heilanum, allt það sem hefur talað gegn okkur og kemur gegn þér með vanmátt og vonleysi og þú byrjar að hreinsa hugan. Og þú setur því stellingar í takt við stöðuna sem þú átt og ert í Jesú. Og þú fjarlægir þig ástandinu sem andaveru vonskunnar í himingeiminu, tikklinnar og völdin, myrkrið, Satan, óvinnur okkar, vill að þú sért í. Við fjarlægjum okkur þetta ástand og við tökum okkar stöðu. Skiljið þetta? Það er það sem við viljum gera. Hvern
einasta morgun. Ó, þetta verður svo erfið, þá þarf ég að fara að leita, bara fínt, gott á þig. Þú þarft auðvitað að leita og finna þessi vers helst. Þú þarft auðvitað að leita og upplifa hvar eru þessi loforð. Og það er bara allt í lagi. Hvaða skaði skeður í því? Að þú þurfur að vita hvað Guðs orð segir um þig. Það er bara engin skaði skeður. Þetta er vinn-vinn. Þú ert ekki að lesa fréttir á meðan allavega. Ég með alveg að tala. Við bara fyllum huga okkar af því sem Guð sér. Af því að það er það sem við þurfum. Við þurfum þessa andlegu fæðu sem kemur úr þessu orði Guðs, sem hefur smurningu, sem að brýtur okið. Jesaja 10:27. Allt það ok sem óvinnurinn eða annað fólk eða við sjálf viljum setja á okkur, brotnar. Hann orðar þetta aðeins öðruvísi. En þetta er það sem hann segir. Það brotnar vegna þeirra smurningar sem býr í orði Guðs og er í lífi ykkar. Eigum við þá að fara í ræðuna. Þá erum við búið með þessa tilraun. Já, 9 mínútur. Mér langaði að fara í fyrstu konungabók, 18. kafla. Mér langaði að fara í, og langar og ég ætla. Ég man ekki textan, en þannig er einhvern veginn þannig líka. Það var á ákveðnum tímapunkti að konungur í Ísrael gerði eitthvað sem hann átti ekki að gera. Og Elía kemur og segir, það mun ekki rigna í þessu landi fyrir við gerum bót og yðrun. Ég mun loka fyrir flóðgáttirnar. Og það rigndi ekki. Og svo kemur þarna 18. kaflinn. Þetta er Akab konungur sem gerir þarna eitthvað óskunda. Og það búið að loka fyrir regnið. Það er engin uppskera í landinu. Og þetta er ömurlegt. Og Akab á konu, hún heitir Jezebel og hún er óþokki. Og hún er þannig óþokki að þessi andi er eitthvað sem við þekkjum og viljum ekki leggja lag okkar við. Nema hvað? Að það er búið að ryðja úr vegi öllum spámunum Guðs. Meira og minna. Nema Óbadía hafði fyrir því að fela 100 spámenn. Hann felur 100 spámenn. 50 í þessum helli, 50 í þessum helli. Og þeir með ekki láta sjá sig að því að Jezebel er á eftir þeim. Þetta er bara alvöru bíómynd, sko. Þetta er ekkert venjulegt Netflix. Og Akab veit af Óbadía samt og kallar hann til sín. Nema hvað, byrjum fremst. Löngu síðar kom orð drottins til Elía á 3. ári þurrksins, svo látandi. Far og lát Akab sjá þig. Þetta númer 1 er bara stórhættulegt. Ég ætla að gefa regn á jörðina, segir drottinn. Hvað eru margir þetta sem hafa upplifað þurrkatíma í sínu lífi? Hvað eru margir sem hafa upplifað þurrkatíma kannski meira en einu sinni? Þú veist, ég hef alveg verið. Hvað eru margir sem upplifað sig á þessum stað að ef ég myndi fletta upp eyðimörk, þá kemur mynd af þeim. Þú veist, stundum erum við bara þar, skiljiði. En Guð ætlar að gefa regn. Ekki örvænta. Og ef við förum að því að tíminn er ekki nema 6:40 eftir, þetta verður einhver kapraða, þá er það svo að Elía segir við Óbadía þegar hann hittir hann, Óbadía, þú verður að tala við Akab og fá hann til að hitta mig. Og Óbadía segir, ég get ekki gert þetta, þú ert að senda mig í dauðan. Og Elía segir, þú verður að gera þetta. Já, en þú verður farin áður en hann kemur og þá verður ég drepinn. Og þá segir Elía, ég lofa þér því, ég verði að ná fram. Sæktu manninn. Og endanum fer hann og sækir manninn. Og þeir hittast. Og upp kemur þessi áskorun. Af hverju heldur að þinn Guð geti gert eitthvað? Það er búið að vera lokað hérna í 3 ár. Það er ekki reynt. Af hverju heldur í alvörunni að þinn Guð
geti gert eitthvað í þessu. Og okkar maður, Elía, segir challenge accepted. Það er það sem hann segir. Þetta er í ensku þýðingunni. Very modern translation. Nefnum hvað að þeir komu saman. Elía segir, ok, ef að þetta er staðan, þá skora ég á þig að hitta mig upp á fjallinu, Karmelfjalli, og taktu með þér alla þessa 450 Baalsspámenn. Mér langar að verða svolítið pólitískur en ég er alveg að passa mig. Og bíða aðeins. Baalsspámenn kröfðust þess og Baal krafðist þess að fá mannfórnir. Og það þurfti að fórna börnum. Ekki segja mér að við séum ekki bara að sömu öfl í dag. Ekki segja mér það. Við þurfum að standa í lappirnar. Við þurfum að standa með sannleikunum. Í öllu og alltaf. Og ef við viljum fá regnið yfir þessa þjóð, þá verður kirkjan að standa í lappirnar. Það er svoleiðis. Ok, áfram gakk. Ég skora á þig að koma með alla þessar 450 spámenn sem sitja við morgunverðarborði hjá Jezebel. Komdu með þá alla saman upp á þetta fjall og taktu allan líðin með þér. Allt fólkið, það skal enginn missa af því þegar að Guð svarar bænum. Og hann segir bara, ok þá, og þeir koma og þeir reisa 2 altöru. Þeir sækja 2 uxa og þeir dreipa svona smá vatni á annan uxan og passa upp á það að hann verður nú aðeins þurr og þetta verður nú aðeins einfaldara. Og þeir eru með þarna einhvern svona lítinn svona skurði kringum altarið. Svona til þess að verja fólkið, af því að Baal ætlaði nú aldrei að vera kveiki í. Og svo byrja þeir, og þeir byrja að skera sig og þeir byrja að gera alls konar þvælu. Og hrópa á þennan Baal sem átti aldeilis að gera eitthvað. Og það eina sem þeir fá að heyra, með þeir bíða eftir því að það kvikni í þessari fórn sinni, er bara hvað, er hann sofnaður eða? Þú veist bara, er hann í fríi eða? Halló, hvar er kallinn? Markó. Gerist ekki neitt. Hann svaraði ekki. Og þegar þeir setja fórnina hans Elía upp á hans altari, þá vökvað þeir það svo ótæpilega að það á ekki að vera nokkur séns að kveikja bálköst. Og þegar að Elía hefur bröðsina, þá kemur niður þessi fínasti bálkostur og brennir ekki bara fórnina, heldur altarið þurrkar upp allt. Af því að þegar þurrkatíminn í okkar lífi er, þá kemur Guð stundum inn í líf okkar og byrjar að hreinsa til. Og hann byrjar að segja, við þurfum að skoða þetta hér, kallinn minn. Við þurfum að brennum þetta burt. Og þetta getur verið óþægilegt. En á endanum erum við farin að skína eins og skýrasta gull. Ég með því. Þið eru svo frábær. Það er svo gott að tala við ykkur og til ykkur. En það er staðan. Og það brennur allt upp. Og þá segir Elía við Akab, heyrðu kallinn, hoppaðu hann upp í Maseratiðin og drífðu beint í bæinn. Það er að byrja að rigna. Og það myndaðist smá skínhnoðri og leið á hann sá skínhnoðran, þá girti Elía lendar sínar og hljóp á stað og var á undan Maseratinum í bæinn. Hann bara fór fram úr. Þú veist, þetta er náttúrulega ólöglegur hraði, en þetta gerist. Það var ekki búið að finna upp á Maseratin. Það var allavega ekki komið myndavél.
En þetta bara staðan. Að Guð svarar bænum. Í dag, eins og þá. Og við þurfum að standa í lappirnar. Það sem gerist, áður en að fara inn með fórnirnar og þegar líðurinn er komið samt, þá kemur áskorun á þjóðina, hvað þau vilja gera. Og hvað haldið að Ísraelsmenn hefðu gert þá? Þeir þögðu. Af því þeir voru samdauna þessu ástandi sem var. Skiljið þetta? Og það er svo hægt við því. Og það brennur við að við förum á þannig stað líka. Við getum svo auðveldlega dott á þannig stað að ég er orðin samdauna þessu. Þetta er orðið venjulegt. En við megum ekki sætt okkur við ástandi eins og þeir. Við megum ekki sætt okkur við þetta ástand sem er í heiminum í dag. Við þurfum að taka okkar stöðu sem erindrekar Krists á þessari jörðu. Af því það er svo krúsjalt. Það er svo mikilvægt. Þegar að maðurinn er komin heim, þið trúið þess ekki, ég fann fyrsta tweetið á X ever. Ok, trúið því? Ok, ég sanna það fyrir ykkur. Það er nú ekki mikið mál að finna eitthvað sem var fyrst í einhverju sem er svona. En það er þegar Jezebel fréttir af þessu, að það sé búið að slátra öllum hennar spámunum og það sé komið rigning og hún átti engan þátt í þessu, þá hvað? Þá sendur hún út skilaboð á X. Og þau koma hérna. Nei, nú fórst á langt, Eli. Áður en morgundagurinn í liðin verða afleiðingar. Þetta er bara svona. Fyrst að svo liðu mörg 100 ár. Mörg 1000 reyndar. En þetta er bara staðan. Það má taka það niður. Það var svo frábært þegar ég var að reyna að búa þetta til að því að, fyrir þá sem ekki vissu það, þá er þetta tölvuleikur. Ég skrifaði að morgun verður drepinn. Ég get ekki sagt þetta. Að morgun verða afleiðingar. Hún sagði, áður en morgundagurinn liðinn, Elía, þá verður þú drepinn. Hvað eru margir hérna inni sem að muna það að Elía daginn eftir þá var hann ekki dáinn. Hann var ekki dáinn. Munum við það? Munið þið hvernig þetta var? Hann var hann með Uber Eats, satt hann út í skói einhvers staðar út í Eðumörk og það voru hrafnar að koma með mat og það voru, þú veist, alls konar. Þú veist, hann gæti ekki elda sjálfur. Það er bara mjög sérstætt. Hvað eru margir sem trúa því, ef ég myndi segja ykkur það, að Elía var lifandi viku síðar? 2 mánuðum síðar. Já, ok. Hann átti eftir að hitta Elísa sem tók við á honum. Ok, hann hittir Elísa og það tekið við á honum. Svo gerist hann að bleið daginn. Það við spáum í því, hvað eru margir sem myndi trúa því að Elía er ekki ennþá dáinn? Af því að það sem Guð hefur talað verður og það sem djöfullinn hefur smíðað gegn þér verður ekki. Og ef hann hótar þér líflandinu eins og Elía er að sjá þetta, þá kemur hann með gullvagnin. Tókst aldrei að taka Elía af lífi. Næsta sem við vitum af Elía er þegar hann mætir á umbreytingafjallið með Jesú að taka selfie. Þetta er svoleiðis. Ég get sýnt ykkur, nei, ég var ekki komin þangað, en það stóð til. En þetta skiptir svo miklu máli, krakkar, að við stöndum með lappirnar sem kristið fólk. Ég ætla ekki að fara aftur út í pólitíkina og ekki að fara að tala hvernig landinu er stjórnað og það því að þetta hefur ekkert með pólitíkin í dag að gera, heldur líka áður.
Og við verðum svo auðveldlega samtölum. Við verðum að standa í lappirnar þegar að pólitíkin að taka ákvarðanir sem ekki sambóðnar okkur. Því að við erum erindreka í Kristað. Við verðum að standa í lappirnar. Við verðum alltaf að taka stöðu með sannleikanum. Er það ekki? Þeir eru yndisleg. Þú ert meira en sigurvegari. Þú ert yndisleg sköpun. Og vissuð það að sjálfur lifum við ekki framar, heldur lifir Kristur í okkur. Spáðu í þessu. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Hvernig ertu? Ég góður. Já, það ekki góð nema Jesús. Það ekki góð nema Guð. Bara fínt. En sjálfur lifir þú ekki framar, heldur lifir Kristur í þér. Það er svoleiðis. Ég er að hugsa að fá lánaðan iPadin aðeins. Og þegar ég segi að fá hann lánaðan, þá ætlum ég bara að taka hann að því hann er minn. Ég er ekki að fá neitt lánað hérna. Ég borgaði fyrir þetta með peningunum á pappa. Svo milli færði ég á hann tilbaka. En það er bara þannig sem það var. Bara allt í ljósinu. Þið eru svo frábær, sko. Það er svo auðvelt að vera einhver svona, já, ok. Það er engin fordæming, krakkar. Það er engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. Við erum ný sköpun í Kristi. Við erum réttlæti Guðs í Kristi. Þetta stendur allt í orðinu. Við getum gengið í trú og í dag ætlum við að ganga í trú. Við erum með sæti við hlið Krists í himnesku stöðum. Við erum Guðs undraverk. Við erum hans eigna líður. Hugsið ykkur, við erum barn og eða börn Guðs. Andi Guðs, heilagur andi, lifir innra með þér og mér. Hugsið ykkur. Þetta er ekkert venjulegt, sko. En ég er svo ómögulegur og ég á svo erfitt með að vakna á mótnana og ég get ekki... Nei, ekki láta svona. Það er engin fordæming. Ég er meira en sigurvegari í Kristi. Við höfum huga Krists. Ég lifi vegna Krists. Ég er rótfastur og grundvallaður í kærleika Guðs. Spáðu í þetta. Og þó ég sé mögulega veikur, þá er Guð styrkur minn. Og ég á heilbrigði fyrir benjar hans og vegna krossdauða hans og vegna uppresu hans og fyrir blóðið hans. Þá er ég heill. Og þú. Hann hefur blessað okkur með hverri einustu himneskri blessun. Við erum frjálsöndan öllum ótta. Bara spáðu í þetta. Hvað hef ég óttast? Ef Guð er með mér og ef að Guð er með þér, hvern ættum við að óttast? Ef að fá lókir og hópinu upp. Guð hefur útvalið þig.
og hann hefur fluttið úr ríki myrkursins og yfir í ríki ljóssins og hans himneska friðar. Þú ert ker sem mótað sérstaklega til þess að sýna Guðs dýrð. Já, en þú veist ekki hvernig ég leit út í morgun. Bara, mér gæti ekki verið meira sama. Þú ert salt jarðar, þú ert ljós heimsins, þú átt fyrirgefningu og þér hefur verið fyrirgefið. Þú er ekki verið yfirgefin, þér hefur verið fyrirgefið. Það er svo oft sem við bara ruglum þessu og upplöfum bara að Guð er ekki með mér. Hann yfirgefur þig aldrei. Hann hefur fyllt þig af gleði. Þú farð að upplifa í dag og alla daga náð og miskunn Drottins. Þú ert þjónn Guðs, þú ert barn Guðs og þú ert samar við Krist. Og þú endurnýjast dag frá degi. Og Guð elskar þig svo mikið að hann tók á móti þér eins og þú varst, en hann elskar þig líka svo mikið að hann hefur kosið að skilja ekki við þig í því ástandi sem þú varst þegar þú komst inn. Heldur allar hann að vinna í þér og helga þig og þú þarft að helga þig til þess að við séum sambóðum þessum konungi sem við tilheyrum. Hann elskar þig með ævarandi blessun. Hvort sem við viljum það eða ekki, þá elskar hann þig. Hann gekk í dauðan fyrir þig. En staðan er þessi, að ef þú þekkir ekki Guð, ef þú þekkir ekki Krist og ef þú ert ekki hluta þessari að kirkjunni, þó sé ekki að þetta hús endilega, heldur bara þetta fólk Guðs. Ef þú hefur ekki tekið á móti Kristi sem þínu frelsara, þá ferð ekki til himna. Þetta er eina sem að þarf til þess að þú komast til himna. Eina sem getur gert til að komast til himna, það er að þú verður að taka við Jesú Kristi í lífið þitt. Þú verður að gera það. Og þetta er eitt af þessu kraftaverkum þar sem við þurfum að biðja bæn og jafnvel hermi bæn. En þú verður að gera þetta. Við komumst ekki til himna þrjósi. Við getum reynt að vera eins ofboðslega gott fólk og við mögulega getum verið, en það kemur þið bara ekkert áleiðis þegar döðin er komið. Þú verður að eiga Jesú Krist í þínu hjarta. Og eins og ég er svo oft sagt þegar ég er staðið uppi og eins og Hálfdán talar kirkjan er auðvitað samansafna fólki og fólk er alls konar. Ég er eins og ég er og þú ert eins og þú ert. Og við reynum auðvitað bara að umbera hvort annað, það er ekkert okkar fullkomið í dag. Og ég veit auðvitað erum sum okkar hérna alveg rosalega nálægt því. Nei, það er bara ekki þannig. Við þurfum öll á Krist að halda. Og sumt fólk hefur verið brennt eða upplifið sér brennt af kirkjunni. Kirkjan er full af gölluðu fólki, það er ekki hægt að treysta þessum hóp. Og þá finnst mér alltaf jafn gott að segja, þetta er
nákvæmlega sama og ég skil þetta alveg að fólk hafa verið brennt. En þetta eins og að segja, ég ætla ekki í ræktina. Af því ég fór einu sinni í ræktina og það var ofboðslega mikið af fólki þarna sem ekki í neinu formi. En við förum í ræktina til þess að komast í formi. Það fullt af fólki inni sem bara eins og það En maður brýnir mann og við ætlum að komast lengra og ég vil fá að kynnast þér og þú vilt fá að kynnast mér og við viljum hjálpa hver öðru að vaksa. Erum við ekki sammála um þetta? Ég til dæmis sko, það ákveðið fólk sem að bara þú veist, það bara snertir yfir mér yfirleitt þegar ég sé það. Og ég ætla bara að segja þetta sko. Ég með Dani og Guðni í salnum í dag sko. Mér finnst þið frábær. Og ég vil bara fá að segja bara ofan á sviðinu að þið eruð svona, hvernig á ég að orða þetta? Þið eru fyrirmyndir. Alveg sama hvernig þið upplifið það sko, en þá eru þið fyrirmyndir. Þið eru búin að standa í stafni í kristilegu tónlistarstarfi, gera hlutir sem að margir aðrir hafa aldrei gert, gera hlutir sem að sumir hafa viljað gera en hafa ekki gert. Og þið eruð þarna og það hafi gengið ýmislegt á í lífinu. Það bara ótrúlega hlutir sem hafa gengið á. En þið standið ennþá keik, standið teinrétt og þið haldið áfram að lofa Guð með þeim gjöfum sem að þið hafa fengið. Þið eruð blessun. En aftur að því sem við vorum að gera. Rómverjabréfið 3:23 segir allir hafa syndgað og skorti Guðs dýr, allir sem þýðir ég og það þýðir þú. Rómverjabréfið 6:23 segir líka að laun syndarinnar dauði. Og það bara svoleiðis. En náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú. Og Jóhannesar Guðspjall, það segir Jesús, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Hann friðþæging fyrir syndir okkar og ekki einungis fyrir okkar syndir, heldur fyrir syndir alls heimsins. Jesús dó á krossinum, syndlaus og þannig greiddi hann skuldabréfið. Þessu skuldabréfið, þetta skuldabréfið sem hefur haldið gegn mér. Þú hefur gert þetta og þú hefur gert hitt. Þú hefur syndgað svona og þú átt ekki rétt á einu en einu. Þetta skuldabréf sem hefur haldið gegn mér og haldið gegn þér og haldið gegn öllum þeim sem hafa fæðst hérna á þessari jörð. En hann friðþæging fyrir syndir okkar og fyrir syndir okkar allra. Hann greiddi þetta skuldabréf sem var haldið gegn okkur. Hann hefur leyst okkur undan syndinni og dómnum sem fylgir syndinni. Og Guð reisti Jesú upp frá dauðum og hann lifir í dag. Og þá stóra spurningin, ef ég í þessari stöðu að þetta allt, hann búinn að deyja fyrir mig, en ég þarf einhvern veginn að ná að taka þetta skref úr þessum dauða, að því ég get ákveðið að vera hérna í þessum dauða. En ég get líka ákveðið að fara að fylgja Jesú. Hvað ger ég? Hvernig tek ég á móti þessu hjálpara sem hann hefur unnið fyrir mig? Og þá segir Póstursagan 16. kafla, trú þú á Drottinn og þú munt hólpin verða. Og það stendur líka í Rómverjabréfinu, ef þú játar með munniðinum að Jesús Drottinn og ef þú trúir í hjartaðinu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, þá munt þú hólpin verða. Því að með hjartanu trúað til réttlætis en með munninum játað til hjálpræðis. Og svo segir í Efesusbréfinu, því að af náð þeir hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka, verður aldrei yður að þakka. Þetta Guðs gjöf. Ekki byggð á verkum, því engin annar skal geta mig. Svo stand upp.
Við ætlum að biðja eina að loka hermibæn. Og við ætlum að segja, Jesús, ég þakka þér fyrir hver þú ert. Ég þakka þér fyrir að þú elskar mig eins og ég er. Ég bið þig að koma inn í líf mitt. Ég játa trú mín á þig og ég ætla að fylgja þér. Drottinn, ég bið að þú meir opinbera þig og þá áætlun sem þú hefur fyrir mig í gegnum orðið þitt. Drottinn, taktu við mér inn í þitt ríki. Takk, Jesús, ég elska þig og ég ætla að fylgja þér alla ævidaga mína. Amen. Amen. Við sem að báðum þessara bæna núna erum búin að gulltryggja. Þeir sem báðu til fyrsta skipti líka. Þannig að til hamingju með það. Ég hlakka til að sjá okkur aftur næsta sunnudag og næstu sunnudaga og sérstaklega vegna þess að við ætlum öll að vera búin að fara í morgunsturtu með fjölskyldunni alla þessa daga fram að þessar degi. Amen. Ef þið viljið fyrirbæn, ef það eitthvað sem við getum staðið með ykkur í trú fyrir, þá megið koma fram og við skulum biðja saman. Ef ekki, þá ætla lókjararhópurum bara að vaðast það og syngja lokalag. Nú úr því ég kallaði upp. Alright. Ég ætla að plata kannski mömmu og pappa. Það er svona mitt helsta fólk. Þau komið bara fram. Þetta er alveg svona eðal fólk. Ef þið þurfið fyrirbæn, krakkar, þú veist, þá er bara kjörið tækifæri að fá fyrirbæni á þeim. Og ég er bara, ég alveg tala, ef það er bara eitthvað smámunir, þá talið við þau og þau biðja, því ég er að fara að tróma. Ég skal koma strax og ég er búið með þetta lag. Ég bara get ekki komið þeim einhvern veginn, hend þeim fyrir vagnin. Heyrið að mig við því. Ég ætla að plata líka Jón og Guðrúnu til að koma fram. Af því að Jón er bæna leiðtogi kirkjunnar og hún er unglinga leiðtogi kirkjunnar. Og þau eru líka frábær. Ég þekki þau aðeins öðruvísi heldur en hitt fólkið. En þau eru jafn frábær. Þannig að ef þið þurfið fyrirbæn, endilega komið fram, þetta fólk grípur ykkur og biður með ykkur. Og svo förum við hérna askvaðandi fram í kaffi og eigum samfélag saman. Heyrið að mig við því. Þið eru frábær. Því sem er liðið og sé það sem í morgninum býr. Veit ég þó allt er í lagi, því þú ert hér og öll loforðin þín.
þín ég alls ekki nóg. Viltu mæta mér á ný? Ég aðeins vil vera eins og þú